Verðbólga hjaðnaði í apríl en meira þarf til ef kjarasamningar eiga að halda í haust. Alþingi samþykkti nú fyrir stundu frumvarp lækkun á eldsneytisverði sem á að taka gildi á föstudaginn. Eigendur gististaða geta ekki firrað sig ábyrgð hafi vændisstarfsemi viðgengist þar árum saman, segir formaður fyrirtækja í hótelrekstri. Sérfræðingur hjá ASÍ segir sterkan grunn það að fólk sem þangað hafi leitað vegna misneytingar í vinnu sé einnig þolendur mansals. Meira ofbeldi í nánum samböndum en áður var talið og ungmenni treysta sér síður til að segja frá. Verulegt bakslag hefur orðið í kynjajafnrétti, sérstaklega með tilkomu samfélagsmiðla. Rúmlega 70 ára sögu BSO á Akureyri lýkur í vikunni þegar bílstjórar flytja úr gömlu leigubílastöðinni við Strandgötu. Starfsfólk sér eftir húsinu. Nýkrýndur Evrópumeistari í mávagargi ákvað þegar hún varð fertug að leggja áherslu á að hafa gaman af lífinu. Þátttakan í keppninni var viðleitni í þá átt. Komiði sæl. Verðbólga hjaðnaði lítillega í apríl. Hún var 5,2% síðustu 12 mánuði samkvæmt mælingu Hagstofunnar en 5,4% í mars. En Magnús Geir Eyjólfsson, baráttunni við verðbólguna þó hvergi nærri lokið það nokkuð. Svo sannarlega ekki og einni orrustunni var nú bara að ljúka hérna í þingsal fyrir bara nokkrum mínútum því þá var þingið að afgreiða frumvarp ríkisstjórnarinnar tímabundna lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti úr 24% í 11%. Það lá á að klára þetta því lækkunin á að taka gildi núna á föstudaginn 1. maí. Það var nú ekki mikið deilt lækkunina sem slíka en stjórnarandstaða lagðist hart gegn heimildum sem Samkeppniseftirlitið og ráðherra fá til að grípa inn í ef þau telja að það sé ekki verið að skila lækkuninni að fullu til neytenda. Við spurðum forsætisráðherra út í það og líka hvort hún hafi trú á því að þessar aðgerðir skili árangri. Við sjáum það bara í nýjustu verðbólgumælingunni þar sem að verðbólga þó hjaðna að eldsneyti 0,5% af hækkuninni sem að mælast núna. Þannig að það munar það að við sjáum kannski 11% lækkun á dælunni út af þessum aðgerðum. Þannig að þetta mun skila sér strax eftir 1. maí. Þarf svona ríkt eftirlit? Það skiptir máli þegar skammtíma aðgerðir að ræða að það séu trúverðugar. Ég bind voni við að það mun ekki þurfa að nota slíkt eftirlit, að þessu verði bara skilað fullu til neytenda en að ræða 3-4 mánuði. Það er mikið flögt að verða á þessum tíma. Það getur verið erfitt fyrir neytendur að átta sig á hvernig álagningan háttað vegna þess að olíuverð að fara upp og niður mjög hratt á milli daga. Segir forsætisráðherra sem útilokar ekki að aðgerðirnar verði framlengdar en þær eiga að standa til út ágúst verði staðan óbreytt þá. En hér hjá mér Hildur Sverrisdóttir. Hildur, þið tóku skýrt fram að þið styðið þessa skattalækkun en hvers vegna börðu þið svo hart gegn verðlagseftirlitinu? Já, í fyrsta lagi myndi Sjálfstæðisflokkurinn seint ekki styðja skattalækkun og þessi aðgerð góð og mun vonandi koma heimilunum vel í þeim efnahagsþrengingum sem eru núna. Og ekki síst stuðla að því að ná niður verðbólgu sem okkar sameiginlega verkefni. Einu athugasemdir sem við höfðum við þann þátt málsins var að aðgerðirnar væru heldur knappar og lögðum til að vera lengri. Varðandi verðlagseftirlitið þá verður að segjast að okkur finnst með ólíkindum að árið 2026 sé dregið á flot verðlagseftirlit sem var hafnað afgerandi úr íslensku samfélagi fyrir mörgum áratugum síðan af mjög góðri ástæðu. Það er með miklum ólíkindum og fyrir utan það að það er lagagreinar sem kveða á þetta eftirlit. Eru bæði það víðfeðmar og óljósar standast ekki lágmarkskröfur skilvirka laga og ég hef leyft að hafa orði að þetta er svo óskýrt og skrítið að í besta falli séum sýndarmennsku að ræða og í versta falli brot á atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar. Hvers vegna þarf að framlengja þessar aðgerðir eins og þið lögðu til? Það er skrítið að aðgerðin eigi eingöngu að vera út ágúst. Ég veit að eru margar samsæriskenningar það, láta það liggja milli hluta, þó það var ekki nema fyrir annað að þingið ekki á störfum í byrjun september og það er bara Alþingi sem getur gert breytingar á lögum. Ríkisstjórnin getur það ekki ein og sér og því lögum við til að þetta væri allavega út október.
Takk fyrir þetta Hildur, en við höfum nú ekki alveg sagt skilið við stjórnmálin því að formenn stjórnarandstöðuflokkana telja að útspil ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum dugi ekki til að koma böndum á húsnæðismarkaðinn. Þau segja að tillögurnar beri keim af komandi kosningum. Til stendur að byggja allt að 1400 íbúðir á næstu árum samkvæmt húsnæðispakka sem ríkisstjórnin kynnti í gær. Húsin verða byggð á ríkislóðum í Reykjavík og aðgerðirnar eru liður í áformum stjórnvalda að skapa jafnvægi á fasteignamarkaði. Já, þetta meira því sama, þetta gerist alltaf fyrir kosningar, þá nýtt húsnæði kynnt á glærum, oft einhvað sem búið að láta vita við að kynna áður og svo einhverjar væntingar eitthvað sem gerist í framtíðinni. En einu sinni kemur nú Samfylkingin fram í borginni, svona korter fyrir kosningar og með sína umbúðapólitík og kynnir hér lausnir til að leysa húsnæðisvanda borgarinnar. En ég ætla nú að minna á það að Samfylkingin er nú búin að stýra borginni hér í áratugi. Aðgerðirnar taki ekki á þeim vanda sem ríki á húsnæðismarkaði. Það er jákvætt að það sé verið að auka framboð til lengri tíma litið, en það sem er ekki nægilega gott er að þetta næri ekki utan þann bráða vanda sem er á markaðnum í dag. Til þess að senda réttu skilaboðin, það hefði ríkisstjórnin þurft að tilkynna að það væri verið að lækka kostnað við það að reisa húsnæði, draga tilbaka þær skattahækkanir sem ríkisstjórnin hefur boðað og það þarf að lækka líka gjöld sveitarfélagana til að koma hreyfingu á markaðinn. Þetta gengur ekki upp að segja A og gera síðan B, að á sama tíma þau ætla að leysa hér húsnæðisvanda landsmanna að vera þá að stór hækka álögur og gjöld á uppbyggingu. En aðalágefnið að þetta er áfram sama stefna. Þétting, íbúðir með fáum með engum bílastæðum og verið að beina fólk inn í leiguhúsnæði. Þegar Íslendingar vilja fá tækifæri til að eignast sína eigin íbúð. Vændisstarfsemi viðgengst ekki á venjulegum hótelum sem bregðast við þegar eitthvað grunsamlegt er í gangi, segir formaður félags fyrirtækja í hótelrekstri. Sérfræðingur hjá ASÍ segir sterkan grun að fólk sem hafi leitað þangað vegna misneytingar í vinnu sé einnig þolendur vændismansals. Það er hægt að hagnast mikið á því að hagnýta fólk annarkvort í vinnu eða vændi. Og þess vegna er það þannig að það virðist ef það er einhver smuga og ef það er hægt og ef það er látið óáreitt að þá virðist alltaf vera til fólk sem er tilbúið að gera það í hagnaðarvon. Þannig að okkar verkefni eru þetta einhvern veginn bara að gera umgjörðina þannig að það sé ekki óáreitt. Nauðsynlegt sé að tryggja örugga útgönguleið fyrir þolendur ásamt metnaðarfullri aðgerðaráætlun í mansalsmálum. Hjá ASÍ sjáu þau vísbendingar aukningu í mansali. Það hefur allavega komið upp sterkur grunur hjá okkur að fólk sem okkar skjólstæðingar, fólk sem hefur leitað til okkar vegna einhverja misneytingar í vinnu, að það sé hugsanlega líka verið að hagnýta það í vændi. Einnig að sami aðili hagnýti ákveðna einstaklinga í vinnumansal og aðra í vændi. Eins og framkom í Kveik í gær er vændi mikið til stundað í hótelíbúðum og Airbnb íbúðum. Þetta var náttúrulega mjög átakanlegt að sjá þetta, en ég get allavega sagt á hótelum, það er gestamóttaka, það er fólk í móttökunni, það eru öryggismyndavélar og þú gengur ekki fram og tilbaka eins og maður sá þarna í þessum þætti á venjulegum hótelum. Kristófer telur að aukin vændisstarfsemi haldist fyrst og fremst í hendur við mikla fjölgun Airbnb íbúða. En á mörgum gististöðum er ekki fólk í móttöku, heldur sjálfsafgreiðsla þegar fólk mætir á staðinn. Vændisstarfsemi grassirar til dæmis á þessu hóteli og hefur gert lengi og á öðru hóteli úr sömu hótelkeðju. Fréttastofa hefur reynt að ná tali af eigandanum í dag án árangurs. Í almennum hegningalögum segir að hver sem stuðlar að því með gynningum, hvatningum eða milligöngu að aðrir hafi samræði eða önnur kynferðismök gegn greiðslu eða hefur tekjur af vændi annara svo sem með útleigu húsnæðis eða öðru skal sæta fangelsi allt að 4 árum en sektum eða fangelsi allt að 1 ári ef málsbætur eru. Er hugsanlegt að einhverjum tilfellum séu eigendur jafnvel meðvitaðir eða hagnist að einhverju leiti af starfseminni? Það get ég náttúrulega ekki fullyrt, en ég get allavega fullyrt það að á hótelum, ef að þú sérð að það er einhver traffík á einhverju einu herbergi, þú sérð það strax, þá er strax brugðist við því, hvort sem að það er fíkniefni eða eitthvað annað En það er mjög auðvelt að fylgjast með þessu á hótelum. En það er erfiðara þar sem að það er bara húseigendur eru hvergi nærri
Geta eigendur raunverulega firra sig ábyrgð á svona starfsemi þegar hún hefur fengið að viðgangast árum saman? Mér finnst það ekki, en ég er ekki löggjafinn sko. Og þá að öðru. Stöðugildum verður fækkað 40 á Landspítala, samhliða öðrum hagræðingaraðgerðum til að slá á rekstrarhalla. Landspítalinn þarf 5 milljarða til að ná endum saman. Á síðasta ári var kostnaður Landspítala rúmar 900 milljónir króna umfram fjárheimildir og tekjur. Það sem af þessu ári eru gjöld 1,5 milljarði umfram fjárheimildir og tekjur. Stöðugildum hefur fjölgað tæp 400 á spítalanum á síðustu 4 árum til að mæta auknu álagi og nú eru þau 5.300. Forstjórinn kynnti starfsfólki í dag aðgerðir og lausnir sem ráðast verður í, en hann bindur jafnframt vonir við aukið framlag frá ríkinu til að rétta reksturinn af. Fjárheimildir þessa árs mæta ekki rekstraráætlun spítalans og munar þar 5 milljörðum króna. Forstjóri segir Landspítalan þurfa 13,6 milljarða króna hækkun frá fyrra ári en hafi fengið 8,6. Þess vegna verður ráðist í hagræðingaraðgerðir af ýmsum toga. Við reynum að milda þær eins og kostur er. Við reynum að vinna áfram náið með heilbrigðisyfirvöldum að því að afla frekari fjárveitinga og höfum fengið vilyrði fyrir hluta af þessum. Meðal annars milljarð fyrir nýju bráðamatsdeildina sem er í byggingu. Þá sé einnig hægt að spara með því að efla og auka sérnám lækna hér á landi. Stærsti liðurinn sé að það vanti 2,4 milljarða króna til að mæta kjarasamningsbundnum launahækkunum. En það er áfram samtal í gangi það, þannig það liggur ekkert fyrir niðurstaða og ég hef mikla væntingar til þess að það verði bætt á endanum. Engu að síður verður skorið niður. Eftir sitja svona 1,4 milljarðar þar sem við lítum svo á að við verðum að bregðast við með hagræðingaraðgerðum. Það er náttúrulega rekstur spítalans er alla jafna þungur. Þetta er náttúrulega gríðarlega háar fjárhæðir sem er að ræða. Með því að leggja okkur fram að þá teljum við nú að við getum hugsanlega fundið leið til hagræðingar án þess að ráðast í hverja stórfelldar uppsagnir. Hægt verður á fjölgun nýrra stöðugilda og þeim fækkað 40 með starfsmannaveltu. Ekki verður ráðið í ný störf og 11 stöðugildi hafa verið lögð niður. Nokkur í klínískri þjónustu en flest í stoðþjónustunni. Samfélagsmiðlar og klám móta hegðun, framkomu og kröfur ungmenna í nánum samböndum. Dæmi að strákar skiptist á nektarmyndum af kærustum sínum. Stelpur eiga að vera grannar með stór brjóst og stóran rass, vel farðaðar, skilningsríkar og hugsa vel heimilið. Þar eiga líka að hugsa vel kærastan og vera undirgefnar. Strákar eiga að vera massaðir og hávaxnir, stjórnsamir, duglegir, græða peninga og gefa reglulega gjafir. Meira ofbeldi í nánum samböndum en áður var talið og ungmenni treystar sér síður til að segja frá. Og líka þau eru að upplifa, svona incel-menningu, það eru lokaðir hópar þar sem til dæmis strákar eru að skiptast á nektarmyndum á kærustunum sínum, algjörlega á baku þær og þær veit ekki neitt. Podcast sem eru eins og þau segja með gamaldags viðhorfum til kynjanna. En svo þetta bara líka á TikTok og Instagram mjög mikið. Þetta eru meðal niðurstaðna ungmennaþinga barnaheilla sem voru haldin allt land frá febrúar til apríl. Þáttakendur voru nemendur í efstu bekkjum grunnskóla og úr framhaldsskólum. Þau eru upplifa að klám hafi mjög mikil áhrif á ofbeldi í nánum samböndum. Svona almennt ofbeldi þá hafa þau, og það kom ítrekkað fram, mjög miklar áhyggjur af andlegu ofbeldi. Þau segja sér mjög mikið stjórnun. Algengt að krafa sig gerðum að deila staðsetningu með maka, til dæmis í gegnum smáforrit í síma. Ungmenni vilja meiri fræðslu ofbeldi og að hún innihaldi fræðslu andlegt ofbeldi og áhrif kláms. Enginn átti sig á hve alvarlegt og algengt ofbeldi milli ungmenna sé. Þeim langar ekki að hafa þetta svona. Þetta er ekki draumastaðan þeirra, en á sama tíma upplifa þau samt að þetta sé svona smjúga hægt og rólega inn í samböndin þeirra og viðhorfin. Og til dæmis voru stelpur sem sögðu, við vitum þetta er ósanngjarnt, en samt stendum að segja að því að hugsa, byrju, hann gefur mér ekki reglulega blóm og gjafir, elskar hann mig þá ekki. Þannig að þetta er að hafa áhrif smátt og smátt og smátt, þó að þau vilja það í rauninni ekki. Í umræðum kom fram að verulegt bakslag hafi orðið í kynjajafnrétti, sérstaklega á samfélagsmiðlum. Flestir unglingar hafa annað hvort séð eða horft á klám. Eitrug karlmennska hefur náttúrulega gríðarlega áhrif á ofbeldi og sjáum það bara eins og út úr þessum niðurstöðum.
Hvernig getum við breytt þessu? Það er aðalega að hlusta, að fullorðnir séu fyrirmyndir, að það sé tekið til aðgerða og að það sjást að það sé verið að taka til aðgerða. Og síðan bara algjörlega bara auka fræðslu, bara byrja kannski bara í leikskóla, bara eða nei, þú þarfst ekki að knúsa mig. Við þurfum að hætta að rífast það hvort að kynfræðsla sé góð eða slæm. Börnin kalla ítrekað eftir þessu. Það besta forvörnin sem við eigum og við eigum að sinna henni betur. Það þarf líka að bæta úrræðin. Það þarf að setja meira fjármagn í úrræði því að þau kalla ítrekað líka eftir því að þau geti leitað einhvert ef þau verða fyrir ofbeldi og líka ef þau beita ofbeldi. Velkomin, Indíana Rós. Eru mörg að þínu mati í ofbeldissamböndum án þess hreinlega að gera sér grein fyrir því? Já, og líka bara óheilbrigðum samböndum. Og ég held að það bæði við ungmenni en líka fullorðna fólki sem við kannski, það gleymist dálítið og það eru auðvitað fyrirmyndir sem mörg ungmenni hafa að samböndum. Og þegar þú segir óheilbrigð sambönd, þá áttu við til dæmis hvað? Til dæmis eins og hún var að nefna þarna í innslaginu. Þú veist að það þurfa að vera staðsetning eða það eru einhver svona neikvæðar afleiðingar ef ég tala við þig, ef við erum hérna par, að það sé fýlustjórnun eða suð eða einhver svona, ýmis bara svona óheilbrigða leiðir að því að þau kannski fá ekki alveg fræðsluna heilbrigð samskipti, hvernig heilbrigð samband lítur út og svona. En þau sem að upplifa sig í ofbeldissambandi, hvert geta þau leitað? Sko það eru ýmis úrræði og við reynum alltaf að kenna ungmennum að tala um einhvern fullorðinn sem þau treysta. Og við verðum auðvitað sem fullorðna fólkið að sýna þau að þau geta treyst okkur og að þau geta leitað til okkar. En það þá auðvitað eins og netspjallið á 112.is og 1717 hjá Rauða krossinum, Stígamót líka með netspjall og það alltaf hægt að koma bara með vangaveltur, að spjalla þetta staðan, þetta í lagi, þetta ekki í lagi. Hvað á ég að gera, fá þessar upplýsingar? Það kom fram í fréttin áðan að börn og krakkar vilja fá forvarnir og fræðslu. Hvernig getum við orðið við því og hver á að gera það? Við öll eigum að gera það. Bara foreldrar, allt fullorðið fólk, við berum öll ábyrgð á börnunum í kringum okkur og þetta á að vera samstarf foreldra og skóla og þetta börnur að kalla eftir aukinni fræðslu ekkert ný frétt. Það búið að vera bara í marga 20 ára. Þannig við verðum að sinna því og núna þegar þetta styttist í kosningar mun ég bara hvetja öll þau með kosningaldur að senda á bara þau sem þeim langar að kjósa og spyrja hvað ætlið þið að gera til að tryggja öryggi barnanna minna í sveitarfélaginu sem við búum í. Hvernig ætlið að bæta fræðslu? Kæra þakki fyrir komuna, Indíana Rós. Takk fyrir. Og þá að allt öðru. Aðskilnaðarsinnar hafa gert árásir víðsvegar Mali síðustu daga. Varnarmálaráðherra landsins var drepinn helgina. Ófriðurinn magnaðist á laugardag þegar sprengingar og skothvellir heyrðust víða í Mali, meðal annars í höfuðborginni Bamako. Varnarmálaráðherrann var drepinn í sprengjuárás við heimili sitt og herinn tilkynnti að hryðjuverkahópar hefðu gert árásir, meðal annars á herstöðvar. Sont en cours. Nous appelons la population au calme et à la vigilance. Nos forces de défense et de sécurité sont actuellement engagées à anéantir les assaillants. Þetta gekk ekki eftir. Asavat, hópur aðskilnaðarsinna, réðist inn í nokkrar borgir og í bæinn Kítal í norðurhlutanum sem hernaðarlega mikilvægur. Hópurinn sem hefur tengsl við Al-Qaida og Íslamska ríkið berst fyrir sjálfstæðu ríki í norðurhluta Mali. Núverandi herstjórn komst til valda í valdaráni árið 2020. Rússneskir hermenn sem hafa haft að hlutverk að verja herstjórnina hafa hörfað frá Kítal. Þar var lengi mikilvæg bækistöð aðskilnaðarsinna þangað til herinn tók yfir með stuðningi Rússa 2023. Forseti landsins heimsótti nýlega þá sem særðust í árásum uppreisnarhópa. Je pense que les objectifs recherchés par les terroristes consistent à briser la cohésion nationale, à nous faire peur, et ne marcheront jamais. Tæpar 26 milljónir manna búa í Mali og Sameinuðu þjóðirnar lýsa yfir þungum áhyggjum af stöðunni. Before this latest crisis, some 6.4 million human beings in Mali needed humanitarian aid, while 1.5 million of them faced acute food insecurity. Sérfræðingur segir erfitt að meta hvort árásir síðustu daga sé til marks að stjórnin ríði til falls.
But what we know for sure is that has created division and also have destabilized the juntas. So the next few days are going to be critical for the government and what this is going to look like in Mali and if there is going to be a transition. Leigubílstjórar á Bifreiðastöð Oddeyrar kveðja gömlu stöðina í vikunni eftir 70 ár í miðbæ Akureyrar. Samningar náðust við bæjaryfirvöld eftir áralangar deilur en starfsfólkið segir óvissuna vera óþægilega. Húsið náttúrulega gamalt og lúið, það vita það allir. En staðsetningin eitthvað sem við ætlum að sjá virkilega eftir. Bifreiðastöð Oddeyrar hefur verið við Strandgötu síðan 1955 og mörgum akureyringum hlýtt til stöðvarinnar þar sem kaffistofa og símsvörun. 21. Það hagkaup fyrir jól. Hagkaup, jól. 61. Í áratugi hefur svo verið hægt að redda ýmsu smálegu í sjoppunni. Þegar Fréttastofu bar að garði var hún tómleg og verið var að reyna að koma út síðustu mjólkurfernunum. Bara þetta sem þið sjáu hérna, það restin og við kannski bara borðum þetta síðasta kvöldi, ég veit ekki hvað verður þetta. Leigubílstjórarnir hafa undanfarna daga unnið að því að skipta út gamla BSO-merkinu fyrir merki nýs eiganda, Hreyfils. Hluti af eignum stöðvarinnar rennur til iðnaðarsafnsins á Akureyri en öðru þarf að pakka niður og finna stað. Því stöðinni verður skellt í lás fyrir fullt og allt í lok vikunar. Við hefðum haldið áfram að berjast í bæinn, hefðum við bara getað það. Við bara höfðum ekki efni á því, það var bara að segjast alveg svo Eftir áralangar deilur hvort bærinn hafi með réttu mátt vísa BSO af lóðinni til að rýma fyrir nýbyggingum var samkomulag loks undirritað fyrr í mánuðinum. Akureyrarbær hyggst núna leyfa viðbragðsaðilum að nota húsið og slökkviliðið fær að vera hérna við reykköfunaræfingar. Hvað verður svo ekki alveg vitað. Mögulega á að færa húsið einhvert annað en hvert eða hvenær, það ennþá alveg óljóst. BSO fellur frá dómsmálinu gegn bænum sem greiðir þeim 5,5 milljón fyrir afnot af húsinu. Eins segir í samningum að bærinn greiði svo fyrir niðurrif þess en í fundargerð þó tilgreint að auglýsa eigi eftir áhugasömmum til að flytja og endurbyggja húsið á nýjum stað. Bílstjórarnir fengu úthlutað 4 bílastæðum fyrir utan verslun í miðbænum en bílarnir eru 15. 4 bílar ekki neitt, hvað eigum við að vera? Og svo segja bendar á bílastæðin hérna. Ég ætla bara að segja að eftir 5 þá eru þau bara öll full. Ég sé ekki fyrir mér að sitja í bílnum allan daginn sko. Ég tala ekki ef maður þarf alltaf að fara á klósett, þá verður maður alltaf að fara á bensínstöðvar eða eitthvað. Af því í öllum samfélagum sem eru leigubílar einhvers staðar leigubílaröð, einhver renna þar sem að bílarnir koma og taka fólkið, en Akureyrarbær virðist ekki ætla að gera það fyrir okkur. Og þá komið að skólarhristi sem hófst í dag, en þetta í 21. skipti sem hraustustu grunnskólanema landsins etja kappi. Fyrstu 10 skólarnir eru þegar búnir að taka þátt og grunnskóli Húnaþings vestra hefur tryggt sig áfram í úrslitin. Daniel Jóhannesson fyrir norðan þar sem næsti riðill að fara af stað. Daniel, hvað eru margir skólar að taka þátt í ár? Herðu, þetta eru 81 skóli og hjá mér hann Axel Óskar. Axel, hvað þetta margir keppendur? Herðu, já, eins og segir, 81 skóli sem keppir í ár, það í kringum 500 keppendur og svo erum við að fá eitthvað í kringum 10.000 krakka inn í hallirnar hjá okkur á hverju ári. Góðar tölur, en við viljum bara fá fleiri krakka til þess að hreyfa sig frá þennan hreisti neista, ná öllum saman í að hreyfa sig og njóta lífsins. Það svoleiðis, hjá henni Önnu Sigrúnu gestur, yfir til þín Anna. Já, Hugrún Brynja, þú ert nemandi grunnskólans í Bolungarvík. Það ansi langt ferðalag fyrir ykkur hingað til Akureyrar eða hvað? Já, við vorum nú alveg í 8 til 9 klukkutíma í rútu og við bara gerðum það kósí og vorum duglega að hreyfa okkur og leggja okkur og svoleiðis. Í hvað greinast þú að keppa í dag? Ég að keppa í hraðabrautinni. Ég ætla að leyfa þér að fara að undirbúa þig. Þú mátt skella þér til liðsfélaga þína. Við ætlum að vera hérna á slaginu 10 mínútur í 8 og ég hvet ykkur alls ekki til að missa því. Takk fyrir þetta Anna Sigrún og Daniel, góða kveðjur norður. En við ætlum víst að koma hingað. 80 ára afmæli Hveragerðis var fagnað í dag með fjölbreyttum viðburðum en sérstakir heiðursgestir voru forsetahjónin sem kynntu sér helstu stofnanir og framkvæmdir í bæjarfélaginu. Til hamingju með daginn. Takk fyrir að sjá.
Forsetahjónin voru snemma á ferðinni í morgun en þau voru mætt klukkan 8:30 og byrjuðu þá að gróðursetja reynitré í svokölluðum smágörðum en trén voru sett niður í Höllulundi sem rétt við Vigdísarlund þar sem frú Vigdís Finnbogadóttir hafði frumkvæði að gróðursetningu trjáa árið 2015. Og mikil ánægja var með heimsókn forsetahjónanna hér í Hveragerði í dag. Okkur þykir mjög vænt það að fá hana á 80 ára afmæli Hveragerðisbæjar og það var okkur mikill heiður að fá hana til þess að vera hér í dag og heilsa upp á fólki í tilefni dagsins. Og það svakalega uppbygging í Hveragerði? Mjög mikil. Það við sjáum byggingakrana hér á hverju horni og mikil uppbygging í atvinnu og innviðum líka, þannig að það eru bjartir tímar framundan í Hveragerði. Hvað best við Hveragerði? Það fólkið og náttúran. Síðan tóku fleiri og fleiri viðburði við hjá forsetahjónunum en þau fengu meðal annars kynningu á Reykjaböðunum sem verða brátt opnuð og þau heimsóttu líka hjúkrunarheimilið Ás svo einhverjir staðir séu nefndir. En hvað finnst frú Höllu Hveragerði? Hvers konar bæjarfélag það í hennar augum? Í mínum huga hlýtt, ylurinn ræður ríkjum í Hveragerði. Bæði jarðhitinn sem að bærinn ofan á en líka mannræktin sem hér og frumkvöðlakrafturinn. Við höfum byggt mikið í Hveragerði og ræktað margt sem hefur gert bæði þessu samfélagi og Íslandi öllu gott. Og sonur ykkar, hann spilar knattspyrnu hér eða hvað? Já, þetta annað árið sem að sonur okkar spilar með Hamri, þannig að við erum stundum á hliðarlínunum og í bænum að fylgjast með hvergerðingum og hvetja þá til dáða. En þess má geta, afmælisdagskráni ekki lokið, hún heldur áfram út allt árið, takk fyrir. 70 keppendur frá 16 löndum skráðu sig til leiks í árlegt Evrópumeistaramót í Mávagargi sem haldið var í Belgíu síðustu helgi. Mikið var góð tilþrif og dómnefndinni því vandi á höndum. Het belangrijkste is dat je even je probeert af te sluiten van alle gekheid en even gewoon nadenkt van hoor ik hier in Meeuwen. Meeuwen hebben wel tot 5 verschillende types van roepen en dan zit die variatie erin, klinkt dat voor mij goed en dan beoordeel je. Tilgangur keppninnar að auka jákvætt viðhorf til máva. Norðmaður bar sigur úr bítum í fullorðinsflokki og fekk flest stig allra keppenda, 90 af 100 mögulegum. I turned 40 last year, so I think that kind of kicked in. That I thought I don't want to do boring stuff and adult stuff, I want to do funny stuff. So that's why I asked to join. Heimamaðurinn Arne var sigursælastur í barnaflokki. Eins var keppt í Mávageri þar sem 2 til 4 garga saman í hóp. We hebben ook heel veel geluiden, verschillende geluiden geproduceerd en we hebben ze ook afgestemd op wat we aan het doen waren. Dus bijvoorbeeld dat is een krasgeluid als dat ze maken als er paniek is. Dat is meer communicatiegeluid. Það það og þá að veðri. Ákveðin suðvestanátt með skúrum eða slydduéljum og fremur svalt en fyrir austan víða þurrt og bjart og þar gæti hitinn náð 2 stiga tölu yfir hádaginn. Það dregur heldur úr vindi í kvöld og nótt, allt veðrið að loknum íþróttum. Eyjakonur eru komnar í úrslit Íslandsmóts kvenna í handbolta eftir tvíframlengdan oddaleik við Hauka í undanúrslitum. Íslandsmet fjallu í götu míluhlaupi í Hafnarfirði, vindur setti þó svip sinn á annars skemmtilegt hlaup. Og sóknarleikurinn var svo sannarlega í fyrirrúmið þegar PSG vann Bayern í 9 marka leik í undanúrslitum meistaradeildar Evrópu í fótbolta. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Það var helst í þessum fréttatíma að eigendur gististaða geta ekki firrað sig ábyrgð hafi vændisstarfsemi viðgengist þar árum saman, segir formaður fyrirtækja í hótelrekstri. Verðbólga hjaðnaði í apríl en meira þarf til ef kjarasamningar eiga að halda í haust. Alþingi samþykkti frumvarp lækkun á eldsneytisverði í kvöld. Meira ofbeldi í nánum samböndum en áður var talið og ungmenni treysta sig síður til að segja frá. Verulegt bakslag hefur orðið í kynjajafnrétti, sérstaklega með tilkomu samfélagsmiðla. Það var þetta upptalið okkur í kvöld og komið að íþróttum, veðri og skólarheisti. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum í dag. Verið þið sæl.